Hugleiðingar hamfarakynslóðarinnar halda áfram. Hér það staðhæft að fátækt stundum ekki fátækt. Höfundur Eggert Gunnarsson, lesari Atli Rafn Sigurðsson. Fyrir stuttu var ég að skruna á flakki Facebook. Alls ekki að leita neinu sérstöku svo sem. Þá rakst ég á myndband þar sem Michael nokkur Perentini talar. Þetta gömul ræða og honum mikið niðri fyrir. Ég kunni lítil deili á ræðumanninum og ætlaði bara að halda skruninu áfram. En eitthvað hélt aftur af mér og ég hlustaði til enda á ræðins. But that expropriation of the third world has been going on for 400 years brings us to another revelation. Namely, that the third world is not poor. You don't go to poor countries to make money. There are very few poor countries in this world. Most countries are rich. The Philippines are rich. Brazil is rich. Mexico is rich. Chile is rich. Only the people are poor. But there's billions to be made there, to be carved out and to be taken. There's been billions for 400 years. The capitalist European and North American powers have carved out and taken the timber, the flax, the hemp, the cocoa, the rum, the tin, the copper, the iron, the rubber, the bauxite, the slaves, and the cheap labor. They have taken out of these countries. These countries are not underdeveloped, they're overexploited. Hann segir meðal annars: Þriðji heimurinn ekki fátækur. Þú ferð ekki til fátækra landa til að afla fjár. Harla fátæk ríki í veröldinni. Flest lönd eru rík. Filippseyjar eru ríkar. Brasilia rík. Mexíkó rík. Síle ríkt land. Íbúarnir eru bara fátækir. Þar má verða sér út milljarða, grafa þá upp og flytja þá burtu. Auðæfin hafa verið til staðar í meira en 400 ár. Hinir kapitalísku Evrópubúar og norður-amerísku öfl hafa unnið og flutt í burtu timbur, hörfræ, hamp, kókó, rom, tin, kopar, járn, gúmmi, báxíð, þræla og ódýrt vinnuafl. Þeir hafa tekið þetta frá þessum löndum. Þau eru ekki vanþróuð. Þau hafa öll verið arðrænd. Michael Perentini þessi bandarískur stjórnmálafræðingur og sagnfræðingur sem hefur rannsakað og skrifað bækur og greinar meðal annars heimsvaldastefnu, kynjamismunun, kynþáttahyggju og loftslagsmál. Hann lýsir því yfir að þriðja heimsríki séu ekki fátæk og segir jafnframt að ekki sé farið til fátækra ríkja til að vinna sér peninga. Ræða hans frá 9. áratugnum svo að þetta ekki ný sannindi. Heldur hefur einhver grafið þetta myndskeið með ræðinu upp úr kompu gleymskunnar til að deila á Facebook. Perentini heldur áfram og segir að í veröldinni séu í raun fátæk ríki. Þetta nokkuð sem ég hef verið að velta fyrir mér. Margvísleg vandamál blasa við þeim ríkjum sem hafa verið skilgreind sem fátæk og þriðja heims ríki. Vandamálin eru ofta völdum náttúruhamfara, þurrka, flóða, skógarelda og óveðurs. Þessi ríki stríða einnig við ýmis önnur vandamál sem ég ætla að snerta á hér, lauslega. Vandamálin sem við að glíma víða í Afríku, í Suður-Ameríku og sumstaðar í Asíu eru af sama eða svipuðu meiði. Þarna ríkir landlægur ójöfnuður og fátækt mikil en auður einnig gríðarlegur. Meiri hluti íbúanna býr við fátækt, jafnvel örbirgð. Fær ekki tækifæri til að mennta sig, heilsugæsla af skornum skammti og leiðir til þess að hafa í sig og á eru oft torfærar. Þegar uppskerubrestur verður eru góð ráð dýr og oft fáar eða engar leiðir út úr vandanum. Þegar það gerist senda alþjóðastofnanir og ríki heims neyðarhjálp til að halda íbúum svæðana á lífi en litlar ráðstafanir eru gerðar til að hjálpa fólkinu að vinna sig út úr raunum sínum. Það stendur í besta falli í sömu sporum þegar hamförunum linnir. Tónleikar til bjargar bágstökum.
It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia, and around the world it's time for Live Aid. 16 hours of live music in aid of famine relief in Africa. Wembley welcomes their Royal Highnesses, the Prince and Princess of Wales. Meðal annara hafa vel meinandi popstjörnur reynt að leggja hönd á plóg við að safna fé þegar neyðin kallar. Það gerðu tónlistarmennirnir Bob Geldof og Midge Ure þegar þeir skipulögðu Live Aid tónleikana til þess að safna fé fyrir bágstadda sem þjáðust vegna hungursneyðar í Eþíópíu á árunum 1983 til 1985. Þurrkarnir voru ekki það eina sem íbúar Eþíópíu áttu við að glíma. Heldur hafði ríkisstjórnin takmarkaðan áhuga á að hjálpa þeim sem rak þarna í nauðir. Laugardaginn 13. júlí 1985 voru tónleikar haldnir samtímis á Wembley leikvanginum í London frammi fyrir 72.000 manns og aðri tónleikar á John F. Kennedy leikvanginum í Philadelphia í Bandaríkjunum. Þá tónleika sóttu 89.484. Fámennari tónleikar voru haldnir til dæmis í Sovétríkjunum, Kanada, Júgóslavíu, Austurríki, Ástralíu og Vestur-Þýskalandi. Þetta var feikilega vel heppnað framtak og talið að 1,9 milljarður manna í 150 löndum hafi hort á sjónvarpsútsendingu frá tónleikunum meðan á þeim stóð. Það var 40% af íbúum jarðar á þessum tíma. Þrátt fyrir gott gengi Live Aid enn deilt hversu vel tókst til við að koma þeim 245 milljónum bandaríkjadala sem söfnuðust til þeirra sem sannarlega þurftu á hjálp að halda. Nú talið að mikið af fénu hafi ratað beint í vasa Mengistu Haile Mariam sem öllu réði í Eþíópíu frá 1974 til 1991. Hann var leiðtogi marxista sem tóku völdin í landinu eftir að keisarinn Haile Selassie misti stjórn á ríkinu einmitt í kjölfar mikillar hungursneyðar. Árið 1991 flúði Mengistu land og leitaði hælis hjá Robert Mugabe í Zimbabwe, en Hæstiréttur Eþíópíu dæmdi Mengistu til dauða fyrir þjóðarmorð í heimalandinu árið 2008. Hann lifir þó enn. Vitað að hann var hinn mesti fauti sem gekk milli bols og höfuðs á þeim sem hann taldi vera óvinni sína. Jafnvel talið að eitthvað af söfnunarfénu hafi verið notað til að kaupa vopn en ekki mat fyrir þurfandi. Allar líkur einnig taldar á að Mengistu hafi hirt eitthvað til einkanota. Live Aid enn ein birtingamynd afskipta vestrænna manna sem eru ekki eins heillavænlegar og ætla má fyrir þau sem hjálpina þurfa. Geldof var að vísu aðlaður fyrir vikið af Elisabetu annarri Bretadrottningu sem honum þótti örugglega væntum. En sífelld birting skelfilegs lífs hungraðra íbúa Eþíópíu á sjónvarpsskjánum olli því sem kalla mætti eins konar hörmungaþreytu meðal Vesturlandabúa. Þreytan sú var til þess að fjölmargir stungu hausnum endanlega í sandinn og vildu ekkert vita meira af ógnar atburðum sem áttu og eiga sér stað annar staðar í heiminum. Hvað þá til ráða? Oft verður fátt svör þegar stórt spurt. En hörmungar líkt og annað fela í sér minnstur og svipaðir atburðir endurtaka sig. Þá kannski vert að líta tilbaka og spyrja hvers vegna auðnum misskipt svona voðalega og hvers vegna sagan endurtekur sig á meðan eigendur fjármagns heimsins auðgast sífellt meira, en þau sem lepja dauðan úr skel á hinum endanum fá minna og minna í sinn hlut. Eins og Michael Perentini kemur að, það ekki rétt að þriðja heims ríki séu fátæk, heldur misskiptingin mikil og gríðalegir fjármunir og ríkidæmi safnast á fárra hendur. Ógrynni verðmæta hverfur frá þessum ríkjum sem arður og einnig með ólögmætum hætti í formi hráefna.
Eitt dæmi sem kemur upp í hugan mál sem tengist indónesíska fyrirtækinu Rimbunan Hijau, fyrirtæki sem hefur stundað skógarhögg í Papúa Nýju-Gíneu og víðar og hefur verið sakað að fella skóga án þess að færa til bókar hversu mikið magn. Ríkisstjórn Papúa Nýju-Gíneu hefur verið sökuð að leyfa fyrirtækinu að fara sínu fram. Þetta að vísu ekki einsdæmi í þessu landi, sem hefur átt í borgarastyrjöld til að hjálpa námurissanum Rio Tinto sem við hér á Íslandi þekkjum að stunda námakraft sem engu skilaði landeigundum en þeim sem sátu svo í súpunni aðeins mengun og dauðan jarðveg. Mútur eru algengar til að liðka fyrir leyfisveitingum og öðrum fyrirgreiðslum. Það að vísu vandamál sem landið hefur átt lengi við að glíma líkt og svo mörg þróunarlandana. Vegna ágangs Rimbunan Hijau, Rio Tinto, ExxonMobil og annarra fjölþjóða fyrirtækja hafa hinn gríðarlegu náttúruauðæfi Papúa Nýju-Gíneu, Vestur Papúa og Bougainville verulega látið á sjá og spurningar framferðið fyrirtækjana verða sífellt áleitnari. Hér talað á breiðum grundvelli og þykkur pensill notaður til að reyna að finna það sem sammerkt en ekki það sem sértækt. Rót vandans eða rætur hans. Þau ríki sem falla undir skilgreininguna þriðja heims ríki, þróunarríki eða fátæk ríki voru nánast öll nýlendur undir stjórn vestrænna ríkja. Að vísu var Eþíópía aldrei nýlenda þó að Ítalir reyndu að koma henni undir sín yfirráð með innrás árið 1936. Nýlendustefnan byggir í stórum dráttum á því að valdamikil ríki hafði völdin í að valdaminna ríki til lengri eða skemmri tíma, einkum í ásókn eftir auðlindum. Þó var til að nýlenduveldin söfnuðu landsvæðum til að auka hróður sinn og iðulega urðu eigendaskipti á landsvæðum eftir hernaðarbrölt eða í hrossakaupum milli ráðamanna. Nýlendur lutu stjórn nýlenduvelda sem þýddi að íbúar þeirra hafðu lítið með það að gera að ákveða sín örlög. Landamæri eru oft kveikja deilna og hernaðarátaka í eftirmála nýlendustefnunar. Þeir stjórnmálamenn sem unnu fyrir og báru hag nýlenduveldana fyrir brjósti báru í mörgum tilvikum lítið sem ekkert skinnbragð á það hvernig ættbálkatengslum var háttað innan þeirra landsvæða sem þeir réðu og að með ákvörðunum sínum skáruðu þeir hreint og beint nána ættingja hvern frá öðrum með pennastrikum á pappír. Í Afríku voru flest landamæri dregin á kort af nýlenduherrum og víða ríkishússkipting en þá. Hver var ástæða þess að stórveldi í Evrópu og síðar Bandaríkin, Japan og jafnvel Kína keftust að sölsa undir sig nýlendur? Jú, ríkin skorti til dæmis hráefni og auðvita vinnuafl. Það vinnuafl sem sótt var til nýlendana var ekki bara ódýrt. Þau sem voru hneppt í þrældóm fengu ekki vinnulaun, þau gengu kaupum og sölum og höfðu enga stjórn á eigin lífi. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Þó að nú sé hort til þess að þrælar hafi kostað sitt þegar þeir gengu kaupum og sölum, það má einnig hugsa sér að þeir sem keyptu þræla sendu þá út á akra til vinnu í verksmiðjum og svo framvegis hafi auðgast á því að ræna manneskjur mannréttindum. Þrælarnir eignuðust börn sem urðu eign þrælahaldaranna og áfram hélt þessi ljóta saga og sjaldnast var þeim afturkvæmt þó að undantekningar hafi verið þar á. Okkar eigin Guðríður Símonardóttir, stundum kölluð Tyrkjagutta, þó að hún hafi ekki verið hneppt í ánauð til Tyrklands heldur allsýr, komst aftur heim. Þrælahald var og smánarblettur sem seint verður máður af þeim ríkjum sem tóku þátt í því. Enn þeirri sögu ekki lokið.
þar sem þeir sem af öðrum kynþætti og eru afkomendur þræla verða iðulega fyrir miklu misrétti. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Raddir sem kalla eftir hreinum kynþáttum og trúa því að eitt sé ofar öðrum vilja koma þessum svokölluðu vandræðagemlingum aftur til síns heima og vilja ekki heyra á það minnst að allt það sem gerst hefur og breyst síðan þrælahald var afnumið á Vesturlöndum hafi ekki dugað til að gera upp það mál. Buffalo soldier, dread like a rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. If you know your history, then you would know where you're coming from. Then you wouldn't. Þó margt hafi áunnist eru brotalamir í löggæslu og réttargæslu víða verulegar. Þrælahald tíðkað í heiminum í dag og það eru allar líkur á því að við höfum keypt vörur sem framleiddar voru af fólki sem hneppt var í þrældóm. Áður fyrr seldu þróunarlöndin hráefnin án þess að vinna þau nokkurn hátt. Á þessu hefur orðið breyting og oft eru vörur unnar í þeim ríkjum sem auðlindirnar eiga uppruna sinn í. Þetta hefur vitaskuld góð áhrif á efnahag ríkjanna, en enn fátæktin og óréttlætið mikið. Við njótum góðs af því að þér virðist, þar sem þetta á samkvæmt kapitalískum kemningum að halda verðinu til neytenda niðri. Þessi þróun hefur auðvitað einnig mikil áhrif á auðsöfnun þeirra ofurríku. Á seinni hluta 18. aldar kröfðust 13 nýlendur í Norður Ameríku sjálfstæðis og lýstu yfir stofnun ríkis árið 1776. Smám saman mistu Spánverjar og Portúgalir sínar nýlendur og æ fleiri nýlendur víða heim tóku að krefjast sjálfstæðis og sjálfsákvörðunarréttar. Eftir að heimurinn allur hafði í tvígang háð blóðugar og gríðarlega kostnaðarsamar styrjaldir á fyrri hluta 20. aldarinnar var nokkuð af Evrópuríkjum dregið, enda þurftu þau flest að endurbyggja eigin innviði að síðari heimstyrjöld lokinni, auk þess sem valdahlutföll færðust til. Þegar nýlendurnar vildu hver af annarri fá sjálfstæði, þá var iðulega orðið við þeirri ósk. Það sem hins vegar gerðist var að þau kerfi sem þessi lönd ætluðu að nota til að stjórna sér sjálf voru oft sett á laggirnar af vanþekkingu og vanmætti, samanber það að þau erfðu oft landamærin sem nýlendurnar höfðu ákveðið sín á milli. Evrópsku nýlenduveldin höfðu haldið í horfinu og stjórnað með harðri hendi, stundum deilt og drottnað rétt eins og Rómverjar forðum. Bretar, Frakkar og örugglega hinn nýlenduveldin áttu það til að slátra innfættum ef þeir vildu fá að hafa meiri stjórn á sínum málum. Útrýmingarbúðir voru fyrst notaðar á nýlendutímanum þó að Þjóðverjar hafi sannarlega fullkomnað það drápstól í seinni heimstyrjöldinni. Sjálfstæðisbarátta enn háð víða heim. Hér má nefna baráttu innfætra í vestur Papúa sem vesturhluti eyjunnar Papúa. Þar reyna íbúarnir að fá leyfi til að ráða sér sjálfum. En ógnarvald nýlenduherranna, Indónesa, gefur engin grið,
enda er landið eins og Papúa Nýja Gínea, sem austanmegin á sömu eyju en gríðarlega ríkt af náttúruauðæfum. Indónesar munu ekki gefa eftir fyrr en í fulla hnefana. Papúa Nýja Gínea hefur lítið bolmagn til að hjálpa og stjórnvöld þar vilja ekki styggja nágranna sinn í vestri. Ástralir þegja þunnu hljóði og stórveldin hafa lítinn áhuga á því sem þarna á sér stað. Þær fréttir sem berast frá þessu svæði eru skelfilegar. Fólk er handtekið, mikið líkamlegt ofbeldi, þorp brennt og ýjað er að því að Indónesar séu leynt og ljóst að fremja þjóðarmorð. Fjölmiðlar heimsins hafa af einhverjum ástæðum lítinn sem engan áhuga á þeirri skelfingu sem er að eiga sér stað þarna. Þegar nýlendurnar fengu sjálfstæði virtist framtíðin iðulega björt, en fljótlega tók að fjara undan gleðinni og í sumum tilvikum bárust ættbálkar á banaspjótum, einræðisherrar stiftu kjörnum fulltrúum sem voru að vísu ekki alltaf barnanna bestir þó að þeir hafi sigrað í kosningum. Oftar en ekki fór allt á versta veg. Það má til sannsvegar færa og segja að nýlenduveldin skiluðu ekki alltaf af sér góðu búi. Stórfyrirtæki tóku að sumuleyti við keflinu af ríkisvaldinu og vildu halda áfram að skara eldað eigin köku. Með ýmsum ráðum komustu hjá því að greiða rétt og sanngjarnt verð eða skatta fyrir það sem þau tóku. Afríkuríki eru eða voru rík af auðlindum og ef sanngirni hefði ráðið ferð er líklegt að þróunaríkin eða þriðja heimsríkin hefðu komist betur á legg en raun ber oft vitni, en það var því miður ekki. Græðgi þeirra sem sóttust í hráefni, hvort sem var að ræða eðalmálma, aðra málma eða namibískan fisk var og er ótæpileg. Fátækir íbúa landanna sitja eftir og vita ekki sitt rjúkandi ráð. Fátæktin kemur því til vegna misskiptingar en ekki vegna skorts á skiptanlegum auði. Nauru í Eyjaálfu er gott dæmi takmarkalaust rán utanaðkomandi afla á náttúruauðlindum. Eyjan var allsett fosfati sem var undirstaða efnahagsins en eftir að síðustu mólarnir voru numdir af yfirborði eyjunar árið 1990 hefur efnahagurinn verið í rúst. Ástralía hefur séð að reka hana og talað að lítið fari fyrir sjálfstæði eyjaskeggja þessar mundir. Ástralir vilja auðvitað fá eitthvað fyrir sinn snúð og fengu þá snjöllu hugmynd að setja á stofn búðir fyrir þá sem sóttust eftir því að setja staði í Ástralíu á eyjunni. Það er flóttafólk sem beið þess að fá að vita hvort umsókn þessum landvistarleyfi yrði svarað játandi eða neitandi. Snjallræði fannst áströlskum stjórnvöldum en þessar búðir hafa sætt mikilli gagnrýni. Framtíð Nauru er mjög óviss og nú er svo komið að vegna þessar aðstæðna geta eyjaskeggjar enga björg sé veitt. Þeir gerðu tilraun að koma eyjunu á kortið sem skattaskjóli en það gekk ekki alveg sem skildi heldur og því lítur út fyrir að Nauru-búar séu heillum hornir. Íbúar Bougainville sem heyra undir Papúa Nýju Gíneu samþykktu nýverið að lýsa yfir sjálfstæði. Í 30 ár hafa íbúar eyjunar átt í átökum til að losa sig undan oki þess volduga fyrirtækis Rio Tinto sem rak koparnámu þar á bæ Panguna-námuna. Sömuleiðis lögðu heimamenn kappa á að losna undan yfirráðum Papúa Nýju Gíneu. Eyjaskeggjum þótti þeir bera harla lítið út bítum, nema mengun og lélegan efnahag, þar sem arðurinn af námunni komst aldrei til þeirra heldur fór að megninu til í vasa fyrirtækisins og í fjárhirslur Papúa Nýju Gíneu. Enn er alltaf huldu hvort eða hvenær sjálfstæði verður komið á og þá á eftir að ræða það hvort opna eigi koparnámuna aftur. Auðvitað græða auðvaldið og stjórnarherrarnir á því ástandið sem skapast og spilling verður allsráðandi. Greiðslur sem koma hvergi fram ganga á milli manna til að smyrja hjól græðkinnar. Fyrirtæki eru mjög færi að skjóta tekjum undan skatti og leggja þess vegna takmarkað til samneyslu og uppbyggingar þeirra ríkja þangað sem hráefnið og vinnuaflið er sótt. Þegar auðlind er uppburin verður fátt til bjargar þar sem ekki hefur verið hugað að því að byggja þjóðfélaginu upp.
Menntunarstig íbúanna lágt, heilsugæsla báborin og innviðir landana í mólum. Fjölgun fólks og þau auknu vandamál sem henni fylgir bæta ekki úr skák. Trúarstofnanir eins og kaþólska kirkjan hafa verið mikill þrándur í götu við að stemma stigu við allt of miklu barnaláni. Worldometers ein af mögnuðustu vefsíðum okkar tíma. Að horfa á tölurnar tifa upp á við á fólksfjöldaklukkunni með miklum hraða skelfir. Árið 1995 var fólksfjöldinn á jörðinni 3 milljarðar og árið 1999 6 milljarðar. Síðan þú byrjaðir að hlusta á þennan texta hafa bæst við fólksfjölda jarðarinnar 2603 sálir. Hvernig og hvar mun þetta enda? Fólksfjöldinn náði 7 milljörðum 31.10.2011 og því spáð að 8 milljarðamarkinu verði náð árið 2023, 9 milljarðar árið 2037 og árið 2055 þegar flest okkar sem tilheyrum hamfarakynslóðinni verðum horfin yfir móðuna miklu standi þessi tala í 10 milljörðum. Á bakvið þessa tölu eru einstaklingar sem allir eiga rétt á að eiga gott líf, fá nóg að borða, hafa aðgangað ómenguðu vatni og eiga vísa heilsugæslu, tækifæri til mennta og til atvinnu til að sjá sér og sínum farborða. Það þó ekki raunin og meðan fólki ekki bent á leiðir til þess að geta notið ásta án þess að úr verði barn, þá einsýnt að áframhaldi fjölgunin. Trúarstofnanir sem mikill fjöldi leitar til banna notkun getnaðarvarna og segja að þau skilaboð komi frá Guði sjálfum. Það auðvitað fleipur, þar sem þeir sem skrifuðu bækurnar sem trúarbrögðin eru byggð á, voru uppi á tíma þar sem getnaðarvarnir voru ekki mikið í umræðinni. Þetta hefur auðvitað einnig áhrif á útbreiðslu sjúkdóma. Sjúkdóma sem oft valda þjáningafullum og ótímabærum dauðdaga. Heimur versnandi fer, eða hvað? Það með þessa spurningu eins og allar aðrar, að ekkert eitt ákveðið svar til. Engin töfralausn, nema ef vera kynni að við tækjum okkur tak og reyndum að breyta því sem breyta þarf. Það ekki spurning að það kerfi sem við lifum við komið í öngstræti og þeir sem ráða ríkjum vilja annarkvort ekki eða geta ekki fundið leið út úr vandanum. Hræðslu áróður óprúttinna manna hávær. Áróður sem snýst það að verja það sem þeir eiga og neita að gefa eftir, já, og vilja meira. Árið 2017 sagði Barack Obama, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, í viðtalið við Harry Bretaprins á BBC að mannkynið lifi nú á bestu tímum allra tíma. Já, það margt sem við getum glaðst yfir. Mannkynið hefur fundið lækningu við mörgum sjúkdómum og dregið hefur úr örbirgð. Helsta ógn mannkyns felst í loftslagsbreytingum, sagði forsetinn. Það má örugglega taka undir með Obama, en það verður líka að horfast í augu við þá staðreynd að fátækt, léleg lífskjör og óréttlæti enn svo sannarlega til staðar. Þó að árangri hafi verið náð, þá enn langt í land og ekki vitum við enn hvaða áhrif óvæntur heimsfaraldur hefur til framtíðar víða heim. Nú talað það að þær tölur sem safnað hefur verið faraldurinn séu alls ekki áreiðanlegar. Það að mun fleiri hafi látið lífið en talið hefur verið. Tala staðfestra látinna stendur í 4 milljónum en nýlega rannsóknir benda til að það megi margfalda þá tölu með 3 til 4 og þá komi út rétt tala látinna. Allt tengist þetta. En ein helsta ástæða hnattrænu hlýnunarinnar einmitt svo að við kaupum dót og drasl sem gengur fljótt úr sér, lendir á haugunum og við kaupum nýtt þess í stað. Þörfin til að framleiða og auka gróða ár frá ári, svokallaður hagvöxtur, hefur komið okkur í mikinn vanda. Á meðan við siglum áfram í gegndarlausri neyslu og markaðshyggju þeir sem minna mega sín að fá minna og minna í sinn hlut. Við heyrum og sjáum afleiðingar þessa á hverjum degi. Hægt hefur gengið að snúa frá notkun olíu og enn kol brend sem eykur á vandann. Skógar ruddir, brendir og högnir til að framleiða timbur og taka meira land undir matvælaframleiðslu. Fjárfesting í steinsteypu líka gríðarlega kostnaðarsamt fyrir náttúruna og okkur öll.
Þetta hefur allt áhrif á hnattræna hlýnun og nú heyrum við fréttir af miklum hitum metfalla víða veröld. Ástandið ekki gæfulegt og eina leiðin sem fær til að komast eitthvað áleiðis út úr því að breyta kúrs og vera samtaka að bjarga því sem bjargað verður áður en það seinan. Endurvinnsla heima hjá okkur lykilatriði og eitt af því sem við verðum að temja okkur. En mikilvægustu verkefnin verða þau sem halda valdataumana að sjá og stórfyrirtækin einnig. Hugsanlega lykilatriði það að allt of fáir eiga stóran hluta auðæfa jarðarinnar og forgangsröðum þess fólks ekki alltaf í almannaþágu. Hugleiðingar hamfarakynslóðarinnar halda áfram. Höfundur Eggert Gunnarsson, lesari Atli Rafn Sigurðsson.